Hvernig líður þér núna? Mér líður óbóðslega vel. Þetta bara frábært. Hvernig fannst þér þessi leikur þróast ef við förum aðeins út í hann svona? Það var bara mjög jafn. Menn skiptist á að leiða og svo tókum við yfirhöndina í lokinn og héldum henni. Var eitthvað lykilatriði, var eitthvað sem skipti sköpum eða bara svona fjall með ykkur? Bara vörnin og frákostin. Það skipti öllum sköpum. Við gerðum það ekki seinasta leik, töpuðum leiknum. Og nú gerðum við það unnum. Þetta er ekki flókið. En þú lítur nú að vera sáttur við tímabilið og kemur hérna til Grindavíkur og vinnur hérna titil hérna. Þú getur ekki verið annað en sáttur við þetta? Nei, enga veginn. Ég er mjög glaður með þetta. Það er ekkert annað að hætta að vera sáttur með þetta. Ég er kannski að vilja eitthvað viðbót, það er ekki. Nei, það er ekki grækið. Það er kannski verið byggarinn líka þá, þetta verið alveg fullkomið. Já, en þetta er frábært. Það er ekki hægt að taka neitt af þessu. Hvernig líður þér? Þið lítur að vera ansi létt. Já, þvílíku léttir og ég er bara gríðarlega ánægður. Ánægður fyrir hönd strákana, ég er búinn að leggja mikið á sig, fórna miklu og þau eru þetta svo innilega skilið. Og að vera mikið streita og lítið svefn kannski síðustu daga? Það var komið fyrir andvökunætur, ég skal ekki neita því, en það er gaman þegar þetta endar svona. Það var eitthvað svona sérstætt sem skipti sérstökum máli. Hvernig finnst þér svona þessi leikur hafa þróast? Ég meina það þróast eins og við vildum. Við höfum hægjað svolítið á leiknum og við spiluðum þá vörn sem við höfum verið að gera í vetur. Við fórum aftur í því bara að tala saman og við náttúrulega nokkuð mistök en í heildina var þetta bara mjög gott. Þú lítur að vera greiðlega sáttur. Það er kannski eina sem að hefði viljað meira, bikarmeistaratitilinn, þá var þetta fullkominn sísón. Já, ég meina, það er náttúrulega verið alveg ágætt en ég tek þennan alveg sko. Ok, og hvernig líst þér á hérna framhaldið? Verður þetta, þú kannski byrjar ekkert að velta því fyrir þér? Nei, ég er ekki farin að velta því fyrir mér. Ég ætla bara að njóta þess að klára þetta hérna í kvöld og unni þetta og bara njóta þess næstu viku eða vikur bara. Eitthvað sem þú veit skila til Grindvíkinga og stuðningsmanningan? Ég vil bara þakka þeim kærlega fyrir stuðninginn, þetta var frábært við fjölmenntum og þeir að hrós skili bara fyrir stuðninginn að bak við okkur. Til hamingju með flott tímabil. Takk. Hvað segirðu, þú hlýtur að vera í skíunum hreinlega? Já, ég er það. Það er bara ekki flóknara það, þetta er æðislegt. 20 ára bið að enda 1996 og reiknaði nú. Alltaf keppt að þessu og alltaf ætlað sér mikla hluti, komist aðeins til nálægt í stundum, en aldrei staðið uppi sem sigurvegari. Þú hefur verið grátlega nálægt í eins og þú segir og þú feginn að hafa verið áfram allan þennan tíma alltaf í Grindavík og haldið tryggð við þetta? Það var hérna, og svo þetta á krossgötum í fyrra, ég vissi ekki hvað ég ætlaði að gera, hvort ég ætlaði að hreyfa mig eitthvað til og eitthvað svona, það var svona kýtlað aðeins, en það sem hélt mér í Grindavíkar, ég vissi að við vorum að setja saman flott lið sem ætlaði að gera tilkall til Íslandsmeistaratitils eins og við ætlum að gera hvert einasta ár og ég sá að það var aldrei eins mikill séns og núna og okkur tókst það. Hvernig er að hafa gamla félagann hérna sem þjálfara? Hvernig þjálfari er hann Helgi? Hann er bara, það er nú tímabili búið, nú þarf maður ekkert að vera flottur þjálfari, hann er klikkaður. Hann er verri í skapinu sem þjálfari heldur en hann sem leikmaður, kolvitlaus eins og það tekið eftir að hliðalínni, óþolinmóður og skapstór. Nei, hann er flottur, þú sér það, ég meina hann er á sínu öðru ári með tímabilið, með liðið og kemur inn með áherslu breytingar í Grindavík sem hefur bara hlaupið upp á niður völlin og skotið 3 skotum og aldrei unnið neitt, einn leik og einn bikar. Kemur breytur svo öll á 2 árum. Við erum eitt sterkasta varnarlið deildarinnar og agaðast í sóknarleikur og bara name it. Öðru þessi Grindavíkurlið að menn hafa séð? Já, það er bara að sést skrálega í úrslitakeppninni og sést kannski árangurinn bara undir hans stjórn. Hvernig ætla gamli kallinn að fagna í kvöld? Ég verð ekki eitthvað til 10 eða eitthvað, svo bara fer ég að leggja mig. Hvílaða lúin bein? Já, svo fer ég bara á morgun í pottinn og slaka og pússa gólkilurnar og þá bara byrja næsta sísón. Til hamingju með flottan sigur. Þakka fyrir það.